Fimmtu tillögu sem tillaga að Reykjavíkurborg borgi lýsingu á grunnskólalóðum og þá tekur Kári Arnarsson til máls. Gjör svo vel. Virðulegi forseti og aðrir fundargestir. Nánast öll kvöld koma krakkar saman á skólalóðum borgarinnar og eru þar oft tímunum saman. Skólalóðirnar sem ætti að vera öruggt umhverfi eru oft óupplýstar og verða aldimmt þegar tekur líð á daginn. Þegar ég segi tekur líð á daginn þá er ég ekki að meina eftir útivistartíma heldur 6 eða 7 leytið. Það er nefnilega þannig á Íslandi að í nóvember sest sólin klukkan 17:40 og það er í nóvember. Í desember og janúar er sólin sest fyrir klukkan 5. Á opnu svæði eins og á skólalóð er algengt að vafasöm starfsemi á sér stað, svo sem eiturlyfjasala eða landasala. Ef svæðið er ljóslaust að auki er ennþá meiri líkur á starfsemi af þessu tagi. Ég gengi í Langholtsskóla og hefur verið mjög heppinn með skólalóð þar sem lóðin var gerð upp alveg frá grunni fyrir nokkrum árum síðan. Við krakkarnir í hverfinu, alveg frá 6 ára upp í tvítugt, notum skólalóðina að miklu móð eftir skólatíma þá. Á skólalóðinni eru ljósasaurar og flóðljós sem kveikt á morgnana og kvöldin til ákveðins tíma. 50 metri frá skólalóðinni er bílastæði leikskólans Vinaborgar og það er dópsalar stunduð og það vita allir krakkarnir í hverfinu. Vegna þess að krakkar eru lengur úti en til 5 og til að koma í veg fyrir vafasama starfsemi þá leggjum við til að allar skólalóðir Reykjavík verði upplýstar til að minnsta kosti 10 á kvöldin. Með þessu gerum við samverustað krakka mun öruggari. Þá hefur Kári Arnarsson lokið máli sínu.